Sæl verið og velkomin í hlaðvarpið okkar. Byrjum á molanum. Við finnum mola í Sálmi 139 vers 9-10. Þar segir svona: Þótt ég lyfti mér á vængjum morgunróðans og settist við hið ysta haf, einnig þar myndi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Stórkostleg vers. Að taka við náð Guðs að taka við boði hans að verða ættleiddur inn í fjölskyldu hans. Sjálfsmynd þín byggist ekki á eigum þínum, hæfileikum þínum, viðurkenningum, afrekum eða húðflúri. Hún skilgreinst heldur ekki af skilnaði þínum, vondum verkum, veikleikum, skuldum eða heimskulugum ákvörðunum. Nei, engu af þessu. Þín sjálfsmynd í fjölskyldu Guðs skilgreinist á eftirfarandi hátt, og ég ætla að lesa 5 setningar og ég get bakkaðar allar upp með ritningastöðum úr Nýja testamentinu. Ég ætla ekki að gera það núna, ég ætla bara að lesa setningarnar. Þetta það sem að Biblían segir, það sem gerist þegar þú tekur á móti og ég tek á móti náð Guðs. Þú ert barn Guðs. Þú mátt kalla Guð pappa. Þú mátt nálgast Guð með frelsi og öryggi og trausti. Þú farð að njóta allra blessana hans, frá kærleika hans og umhyggju. Og þú munt erfa ríkdóm Krists og ríkja með honum að eilífu. Ættleiðingin inn í fjölskyldu Guðs nefnilega bæði lárétt og lóðrétt. Þú ert tekin inn í fjölskylduna sem varir að eilífu. Aðstýrnaður fjandskapur sem aðstýrur brotið niður og samfélag myndast á grundvelli sameiginlegs föður. Svona fjölskyldu getur þú átt allan heim. Og í staðis að reyna að finna ástæður eða leiðir til að láta okkur líða vel með sjálfum okkur, þá hvet ég til þess að byrja á því sem að skoða það sem Guð segir þig. Hvað segir Guð þig? Alveg sama hver bakgrunnin þinn alveg sama hver staðin þín í dag, hvaðan þú kemur og hvert þú ert að fara. Hvað segir hann þig? Hann segir: ég elska þig. Þá kemur þetta stóra: ef Guð elskar þig, þá hlýtur þú að vera þess virði að vera elskaður eða elskuð. Ef hann vill hafa þig í sínu ríki, þá hlýtur þú að vera þess virði að eiga það skilið fyrir hans náð að koma. Þú ert ekki hvorki það vondu, slæmur eða ekkert af þessu. Hann tekur þig í síni kærleika, meðtekur þig. Náð Guðs býður þér. Það kannski ekki einu sinni rétt orðið, ekki bara býður. Hún kallar þig til að breyta viðhorfi þínu til þín sjálfs. Sum okkar eru með svona ekkert allt og sterka sjálfsmynd og jafnvel tilfinningahöfnun og finnst við ekki að vera alveg nógu góð eða einhverju. Við erum ekki alveg að standa okkur, við erum ekki að pari við einhverja sem eru miklu flottari. En ég segi, tökum afstöðu með Guði, þeir sem hann segir okkur, gegn tilfinningahöfnuninni, gegn öllu því slæm og vonda sem brýtur okkur niður innra með okkur. Tökum afstöðu með Guði gegn því. Ef okkur finnst við vera lítilsvirði, þá hefur Guð eitthvað allt annað að segja heldur það. Hann segir: nei, þú ert mikilsvirði, þú ert dýrmætt, þú ert auga steinninn minn. Hver passar ekki og varvitur og þykir vænt augasteinin sinn? Það er það sem hann hefur að segja þitt líf og mitt líf. Ef við erum í þessu ferðalagi og við erum ekki komin á þann stað að við erum búin að brjótast út af þessum viðjum og fjötrum vanmáttar, þá er ágætt að byrja endurreisnina þarna. Taka Guð á orðinu. Þetta var mólin okkar. Nú ætla ég að lesa, við erum enn á ferðalagi Markúsar Guðspjallið. Við erum að grípa niður hér og þar til þess að átta okkur á hvað er fjallað í Markúsar Guðspjallinu og hvaða lærdóm við getum dregið af því sem að Jesús að kenna þar og því sem hann að gera. Og ég ætla að grípa núna niður í 10. kafla og lesa frá, skulum segja, byrjum á 17, versi 17 og förum við lesum allavega til 23 og sjáum hvað Jesús að kenna þarna.
þeir eru greinilega að fara af stað, þeir eru að fara á ferð og enn eitt röltið. Getið ímyndað ykkur hvað þeir voru hraustir. Þeir gengu sko landið þvert og endilang og öll þjóðin reyndi að gera það var leiðin til að fara fótgangandi aðalega. Og þegar Jesús var að leggja af stað, kom maður hlaupandi til hans, féll á kné fyrir honum og spurði hann: Góði meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Ég ætla aðeins að brjóta þetta bara niður þegar við lesum. Það kemur maður hlaupandi. Hann sér að Jesús er að fara, þeir hópurinn allir fann af stað. Hann ætlar að ná honum spurningar. Og hann segir, hann fellur á kné og hann ber þvílíka virðingu fyrir Jesú. Hann er náttúrulega örugglega búinn að bæði heyra og jafnvel sjá það sem hann gerir og hann hefur greinilega tekið trú á hann sem Messias og hann segir: Góði meistari, rabbíni, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Ég ætla aðeins að hafa með kaffisúpa. Ég ætla að byggja að hugsa vel þessa spurningu og sérstaklega í ljósi þess svars sem að Jesús kemur með. Hann spyr: hvað á ég að gera til að öðlast eilíft líf? Ég vil öðlast eilíft líf og byrja að lifa því hér á jörð, en ég vil lifa þessu eilífa lífi. Hvernig get ég lifað eilífu lífi jafnvel eftir dauða minn hér á jörð? Hvernig öðlast ég lífið í Guði? Já, nú þetta mér eitt. Ég ætla að svara þessu eins og margir kristnir og margar kirkjur myndu svara. Margir kristnir, margir trúaðir myndu segja eitthvað svona: Þú skalt bara hafa þessa bæn eftir mér. Bittu núna uppátt eftir mér. Og svo er biðin það sem við kallaði frelsisbæn eða eiðrunarbæn og játaðu bara Krist með munni þínum og þá öðlast þú eilíft líf. Þetta er svona klassísk leið fyrir marga kristna. En hvað segir Jesús við þessari spurningu? Jesús sagði við hann fyrst: Hví kallarðu mig góðan? Enginn er góður nema Guð einn. Jesús, hann skynjar hvað er að gerast inn í hjarta mannsins. Og svo þú ert farin að kalla mig góðan. Hvað ertu að gefa þetta að kynna? Enginn er góður nema Guð. Þetta er náttúrulega, það er enginn eins mikið snillingur í að tala við fólk eins og Jesús, það er bara svo leys. En svo heldur hann áfram og þetta er svar hans við spurningunum það hvernig öðlast í eilíft líf. Þú kannt boðorðin, er það ekki? Þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni, þú skalt ekki pretta, heiðra föður þinn og móður. Og hann svaraði honum: Meistari, alls þessa hef ég gætt frá æsku. Jesús horfði á hann með ástúð. Svar Jesú við hvernig öðlast eilíft líf? Byrjum þarna. Lífið þitt, Tóra kennir þetta og þú lifir eftir því. Alls þessa hef ég gætt. Og Jesús, hann fann ástúð til hans. Hann segi: þetta er góður ungur maður. En hann las hugsanir hans og hugrenningar. Því hann segir svo: En eins er þér vant, eitt vantar upp á. Far þú núna, seldu allt sem þú átt og gefðu það fátækum og munt þú þá fjársjóð eiga á himni. Kom síðan og fylg mér. Þetta kemur heildarpakkin til að öðlast lífið. Þú lifir samkvæmt vilja Guðs, fylgir Jesú, trúir honum, treystir honum. Hann á allt, hann er skapariðinn, hann hefur gert þig, hann veit hvað er best, hann veit hvað virkar, fylgdu mér. En af hverju sagði hann þetta? Vegna þess að hann þekkti hjarta unga mannsins. Það segir nefnilega strax og Jesús er búinn að segja þessa hluti, en hann, þar að segja maðurinn sem að kraup við fætur Jesú, varð nú dapur í bragði við þessi orð og fór burtu hryggur. Af hverju? Hann átti miklar eignir. Þá leit Jesús í kring og sagði við lærisveina sína: Og hversu torvelt verður þeim sem auðinn hafa að ganga inn í Guðs ríki. Og hann dregur fram í eina setningu, dregur Jesús fram þennan djúpa vísdóm
Hversu torvelt það fyrir þann sem eru ríkir að ganga inn í Guðs ríki? Og áður ég segi nokkuð meir þetta, þá ætla ég bara að leiðrétta þetta strax, þann ríka misskilning sem segir það að kristin trú og Jesús sé á móti peningum og maður eigi ekki eiga neina peninga, þú þarf að vera kristin átti ekkert eiga. Nei, það alls ekki það sem það kennir. Já, peningar eru rót allsins illa, segir Biblían. Nei, segir það ekki. Biblían segir hvergi að peningar séu rót alls hins illa. Hún segir hins vegar, græðgin rót alls hins illa. Það ásóknin, græðgin í peningana og það það sem Jesús að vitna og vísa til hér og þess vegna bendar hann vissi það að þessi maður sem hélt boðorð Guðs fylgdi Tóra af einlægni og trúfesti og Jesús, hann hreifst strax af honum. Ég elska svona menn, hefur hann hugsað. Hann fann ástúð í hjartansinu gagnvart honum, en hann las hjartans og hann vissi að hann var forríkur og það voru peningarnir sem voru eitthvað þvælast fyrir í hjartans fyrir að koma í veg fyrir hann gengi alla leið á Guðs hönd inn í Guðs ríkið. Enda fór það svo að þegar manninum var bent á þetta og Jesús bentur honum á það, að þá hryggist hann og gengur í burtu frá Jesú af því hann átti miklar eignir. Lexían sem Jesús að kenna okkur hér ekki ungi maður, þú skalt ekki eiga neina peninga og þið öll sem að hlusta á núna, þið með ekki eiga neina peninga. Nei, lexían þessi, ekki láta peningana eiga þig. Þetta ekki stórkostlegur boðskapur? Því þú og ég, við vitum hvað peningandi geta þvælst fyrir bæði okkur og öðrum. Ef við eigum litla peninga, þeir sem litla peninga, þeir eru samt algjörlega ómögulegir og það eina sem þeir hugsa eru peningar, oft á tíðum. Ná ekki að hugsa út fyrir það af því þeir eiga svo lítið að þeim. Svo að þau átt of mikið af þeim, miklu meira heldur en þarft jafnvel, þá ertu samt alltaf að hugsa peninga. Hvernig geti grætt meira? Hvernig geti búið til meira? Og margverður og öðrum api muniði í íslenska málsættin. Við getum orðað þetta bara á Andrésar andamáli. Margir verða Jóakim, frændi, nýskir og lifa fyrir aurinn. Og það það sem Jesús að benda á. Það mun hindra, það verður erfitt fyrir þann sem á mikinn pening að fara inn í Guðs ríkið, að gefa líf sitt til andlegs lífs í Guði og treysta honum. Það ekki það að peningurinn sjálfur sé vondur, heldur það hugarfar hjartans sem hindrar það. Vegna þess að hvað kemur, hvað gerist? Þeir sem eiga þennan miklu auð, þeir lenda gjarnan í því að þeim finnst þeir þurfa ekkert á Guði að halda. Þeir eiga allt, þeir geta keypt allt. Engar áhyggjur á neinu nema þó einna helst hvort að markaðirnir að falla eða rísa og hvernig get ég grætt meiri pening. Það þeir áhyggjur. Þetta Jesús að biðja þig og mig og sína lærisvein og kenna þeim og unga mannin sem að heyrðan en gat ekki farið eftir því að láta ekki neitt og alls ekki aurinn, alls ekki peningana hindra okkur í því að leita andlegs lífs. Munið á öðrum stað segir Jesús, þú getur ekki þjóna tveimur herrum. Þú getur ekki þjóna bæði Guði, Jahve og Mammon. Mammon heiti yfir peninga. Peningaaflið. Því peningar eru afl, við vitum það. Þannig að boðskapur Jesú til þín og mín, hvort sem þú átt mikla peninga, ef að byrja hinn megin, hvort sem þú átt enga peninga, litla peninga, eða bara svona nægilega peninga, eða miklu meiri nægilega peninga. Það breytir engu, ekki láta aurinn stöðva þína andlegu framgöngu. Ekki láta peningin, ekki láta mammon stoppa andlega þroska þinn og framgang. Ég veit, fjöldamannsreyndar
þó nokkuð marga, sem eiga mikla peninga, miklu meira en nóg, skulum við segja. Ég veit reyndar fólk sem á alveg, eins og við myndum að segja, gommu, en líka fólk sem á miklu meira en nóg, sem hefur lært það samt að láta aurinn ekki eiga sig. Þú getur átt pening og verið frjáls, en þú getur líka átt pening og verið ófrjáls vegna þess að peningurinn á þig. Þú getur átt enga pening og verið frjáls, eða lítinn pening og verið frjáls. Þú getur líka átt lítinn pening eða enga pening en samt á aurinn þig. Af því að hjartað þitt og hugur eru gagntekin af þessu. Þetta kennsla Jesú hér. Sjáu þið hvað hann er. Hann er svo stórkostlegur í því sem hann er að kenna. Hann kann svo inn á mannfólkið, hann kann svo inn á því hvernig við erum og hvað við látum fjötur okkur og binda okkur og hvað á huga okkur og hvað gagti okkur og heldur okkur. Frelsið kemur þegar enginn á okkur nema Guð, nema skaparinn. Þá erum við frjáls. Það er enginn sem stjórnar okkur annar, við erum frjáls. Þetta frelsi fæst ekki, svo ég ítrykki það enn einu sinni, frelsi fæst ekki endilega fyrir hjartað þitt og líf, þó þið eigir 100 milljón eða milljarða. Það gerir þið ekki frjálsan. Frjálsan til að kaupa, jú, það sé þið langar til. En þú ert ekki frjáls, þú getur keypt. Frelsi er ekki fólkið því að geta gert hvað sem þú vilt. Frelsið er að vera frjáls með friði hjarta, laus undan öllu sem reynir að stýra þér og stjórna. Það er frelsi. Og mammon getur svo sannlega stýrt fólki. Og Jesús segir hér að því að vissi að mammon var að stjórna hjarta þessu unga manns sem að þó hélt Tóra, sjáðu, hann lifði eftir Guðsorðir nema hvað það var hann að mammon sem var búin að ná tökum á hjartans vegna þess að hann átti svo mikið. Svo Jesús fer alla leið, hann fer ekkert bara, ok, það kennar að vera frjáls þú eigir alla þessi peninga, hann fer bara alla leið og pröfar hjarta og svo segir, farðu nú heim, seldu allt sem þú átt og gefðu fátækum alla nauðin. Vá, þetta er ótækt. Ég veit ekkert hvað hefði gerst og enginn okkar veit hvað hefði gerst ef að maðurinn hefði sagt, heyrðu, ég geri það. Hvort að Jesús hefði sagt, já, gott og vel, þú ert tilbúin, þú þarft ekki að gera það. Nú nýtur þú bara auðinn eins og þú veist þú þarft að gera. Ég veit ekki, kannski hann hefði sagt það, kannski hefði hann bara látið að fara og selja það, ég veit það bara ekki. Og hann hefði verið hlutalæri svona hópnum og fyllt honum eftir. Má alveg vera, ég veit það ekki. Það er aukaatriði með það sem hann er að kenna. Hann er að kenna frelsi í lífinu, leið til eilífslífs í frelsi, með því að losa okkur við það sem bindur okkur. Losa okkur við það sem fjötrar okkur. Þessi kennsla er svo djúp og svo rík og hún á svo vel við í dag. Hún á svo vel við. Og viti menn, það er ekki bara þetta gildi peninga, heldur allan þá fjársjóð sem við geymum í hjart okkar sem að hindrar það að Guð fá að koma stað, andlega líf innra með okkur fá að vaxa og þroskast. Þá sjáum við að Jesús er að kenna okkur þessa stórkostlegu lexíu. Gjafmildi. Hann er ekki að segja, þú kemst ekki inn í Guðs ríki ef þú átt mikla peninga. Nei, það er sko langt í frá það sem hann er að kenna. Hann er bara að kenna, hann getur verið torvelt ef þú átt mikla peninga. Af því að peningurinn gerir það verkum, mikill peningur gerir það verkum að þú þarft engum halda finnst þér og þú þarft sko alls hít og Guð að halda. Þú getur keypt það sem þú þarft. En gjafmild hjarta, og ég var að nefna einhverja áðan eða fólk sem ég þekki sem á miklu peninga, en það er frjálst vegna þess að það hefur lært að gefa. Það gefur af sér á svo margan hátt, bæði í sínu lífi en líka af auðæfum sínum. Það er það sem Jesús er að kenna. Hann er náttúrulega, það er engin kennari eins og Jesús reyndar, hann er alveg snillingur í því sem hann var að leiða okkur inn í og þetta er hluta því sem að Biblían kennir okkur leið til frelsis, hver við erum. Við erum ekki peningarnir sem við eigum. Við þurfum ekki að kaupa okkur neina ímynd eins og Mólin var að kenna okkur áðan.
Ímynd okkar er ekki fólgin í því hvað við getum gert, hver við erum, hvað við eigum. Ímynd okkar er ímynd Guðs. Við erum sköpuð í hans mynd. Allt annað þvælist fyrir, allt annað getur verið til trafala ef við leyfum því eða látum það. En þú og ég, við erum á andlegu ferðalegi og þess vegna ertu að hlusta. Þú ert að hlusta vegna þess að þú ert forvitin að vita hvað er í gangi. Við viljum frelsið. Burtséð frá öllu sem við eigum eða eigum ekki. Við viljum frelsið til að lifa sem ímynd Guðs, fylgja í fótspor Jesú, læra af honum, tileinka okkur það sem hann kenndi. Það er ekkert fallegra, ekkert fegurra, ekkert betra til fyrir mannfólkið. Jæja, elsku vinir, nú látum við þetta duga í dag og við skulum fyrir þau sem geta og vilja biðja Faðir vor saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem ég er og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.